En við byrjum hérna með Kolbrúnu Bergþórsdóttur og Sunnu Dís Másdóttur og lítið bók fyrst, engin venjulegur lesandi eftir Alan Bennett. Alan Bennett er maður sem er mjög elskaður og dáður í Bretlandi, hann hefur skrifað leikrit, hann hefur skrifað sjónvarpsleikrit og bækur og allir í Bretlandi þekkja Alan Bennett, en kannski ekki hér heima á Íslandi. Nú elska ég hann og dái líka. Þessi bók er svona lítill konfektmóli sem að maður svona smjattar á tímur eða ekki að kyngja, finnst mér. Mér finnst það að vera nóvella, þetta er svona lítil og afmörkuð saga þennan sem bara, eins og hann segir, þetta er engin venjulegur lesandi sem þessi bók fjallar heldur Englands drottning sjálf, sem að allt í einu fer að lesa á gamals aldri og bara verður svona gjörsamlega heilluð og hugfangin af bókmenntum. Öllum í hirðinni og bara í kringum hana til sko gríðarlegs ama. Hún setur þarna allt á annan endan með þessum bókmenntaáhuga. Já, vissir alveg áhuga á skyldustörfum og vill bara lesa. Hún vill bara lesa, tekur bókina með sér, svona alveg kostuleg lýsing þar sem hún á að vera vinkt út einhvern vagglugga og er bara svona að lesa. Og hvað er hún að lesa? Heyrðu, mér fannst svo gaman að bókin sem að kemur henn á bragðið er skáldsaga sem ég las fyrir mörgum árum og fannst alveg dýrleg og heitir Pursuit of Love og er eftir Nancy Mitford og er einmitt saga skrifað miklum léttleika en undirliggjandi alvara og Nancy Mitford er mjög dáð í Englandi líka. Ægilega skemmtileg, já. Og þetta er bókin sem kemur og svo talar hún þegar hún heitir Frakklandsúlfur þá vill hún spyrja hann Jean-Genet öllum mönnum. Og það er svo skemmtilegt að fara allir í kerfi af því þessi samskipti hennar við fólk eiga alltaf að fylgja bara svona fyrirfram ákveðnu mynstri og þarna fer allt á hliðina sko þegar hún fær þennan bókmennta á. Hún villist inn í bókabíl. Hún villist inn í bókabíl, já, og finnst að hún verði nú að fá sér bók fyrst hún er þarna. Og þessi bók kemur á bragð, hún byrjar að lesa og það er mikið vísað í bókmenntir og svo fer hún að hitta sko nútíma höfunda. En það eru vonbrigði. Þannig að hún verður nema Alice Munro. Já, einmitt. Hún er hennar skap, það er að tengja við hana. En þetta er bók sko hvað lestur og bækur sko hvernig það geta breytt fólki, hvaða áhrif þær hafa og svo tekur hún svo óvænta og snjalla ákvörðun í lokin. Þórdís Bachmann þýðir þetta og þetta er náttúrulega ótrúlega enskt, er hægt að þýða þetta á íslensku? Já, algjörlega. Þú veist, þetta er bók sem maður hlær upp á. Já, oft. Og sko ég held að þeir sem horfi á Kiljuna, það er fólk sem les, það er fólk sem kaupir bækur og fólk sem hefur gaman að lesa, það mun hafa mikið yndi á þessari bók. Þetta er perla. Ok, þið mælið alveg. Alveg eindregið. Bara smjatti á þessari. Já, lestra naut.